Ok, við ætlum að halda áfram að tala um línulegar varpanir. Þetta er efnið í kafla 2.7 og við erum búin að sjá snúning og við erum búin að sjá speglun ása og ýmislegt. En það næsta sem okkur langar að gera er okkur langar að færa okkur til. Færa okkur til í planinu. Þannig að til dæmis er ég með punkt hérna. Það langar mér að geta fært hann kannski til hægri eða jafnvel 2 niður. Vandamálið við þetta, við þessa vörpun, að fara úr einum punkti og einn til hægri, til dæmis, það er að það er ekki línuleg vörpun. Það er alveg ljóst að það er ekki línuleg vörpun þegar maður man eftir að fyrir línulega vörpun þá gildir alltaf að núllið varpast í 0. Það var eitt af því sem að varða gilda nauðsynlegt til að vörpunum væri línuleg. Og ef við erum með vörpun sem hliðrar öllum punktum 1 til hliðar, nú þá fer 0, 0 ekki í 0, heldur í 1. En til þess að leysa þetta, til að geta samt framkvæmt þessa vörpun, þá breytum við smá brellu. Og við kynnum til sögunar það sem heitir einsleit hnit, sem að ensku eru kallað homogeneous coordinates. Og stuttasagan er svo að við þessi einsleitu hnit eru þannig að þegar við erum að tákna XY í r í öðru, einhvern punkt í planinu, þá gerum við það einfaldlega með því að tákna hann með x, y, 1. Sem sagt eins og þetta sé þryggjastæka vegur, 3. punktur, nema að þetta hérna hnýtir alltaf 1. Við erum samt að hugsa þetta sem punkt í planinu, þannig að við erum í raun og veru bara að lesa úr fyrstu 2 hnítunum. Eins ef við erum með punkt x, y, z í r í 3. Þá er hann táknaður með x, y, z sem er þá hnitið sem við höfum áhuga á, 1. Og skulum aðeins sjá hvernig þessi litla brella, þessi litla breyting, hún gerir okkur fært að gera hérna vörpun eins og hliðrun. Og þegar við erum að færa okkur úr hnitinu x, y, viljum við fara í x-stefnuna, viljum við geta hliðrað með eitthvað h og í y-stefnuna eitthvað k. Og við þurfum að búa til fylki sem gerir þetta. Ef við setjum bara upp þessar 2 fylki, þá er engin leið að fá hérna út x plus h og y plus k ef við megum bara setja fasta hérna í fylkið okkar. Og hvet ykkur til að reyna. En það sem við gerum, við notum í staðan fyrir að nota táknapunktin x, y, þá táknum við hann með x, y og 1. Það gerum við svona x, y og 1 og út viljum við fá x plus h, y plus k. Nú, þegar við erum komið þannig ás hérna, þá erum við komið með ákveðið frelsi til að bæta einhverju við þar. Þannig að ef ég segi ég vil fá x plus h í efstu línuna, þá þarf efsta lína minn hérna að vera 1 til að fá x-ið, 0 að því vil ekki y og h sinum 1 gefur mér akkurat x plus h. Nú eins fyrir neðan, þá er ég með 0, 1 fyrir 0x og 1 y og svo vantar mig að fá k-ið mitt og þá setjum ég það hér. Ég vil áfram að neðstna hnitið mitt sé 1, svo þetta sé líka einsleitt hnit sem kemur út. Þannig ég vil fá út 1 hérna, eitthvað var að skakkur hérna maður sjá, svona, og þá læti ég einfallega neðstlínu vera 0, 0 og 1. Þetta hérna fylki tryggir að við förum punktur með x, y yfir í x plus h og y plus k. Sjáðu, þetta er fylkjavörpun. Við erum að margfalda punktin okkar með fylki, fá út einhvern nýjan punkt, einhvern nýjan vegur sem táknar punktinn og þetta er fylkjavörpun þannig að við vitum að hún er línuleg. Nú getur einhver hugsað, býta nú við erum að fara úr x, y yfir í x plus h og y plus k sem er ekki rétt, það er nákvæmlega þannig sem ég var að hanna fylkið mitt. Þá erum við ekki með línulega vörpun vegna þess að x fer í x plus h. En sjáðu nú til, það sem að til að vörpunin sé línuleg, þá þýðir það bara, og nú maður segja, nú fór ég aðeins út fyrir skján held ég. Þetta við sjá. Nei, við erum komin inn fyrir aftur, annað voru við. Til þess að við séum með línulega vörpun, þarf 0 að varpast í 0. En ef ég tek punktur minn hérna, sem að er sá punktur sem ég er að nota til að varpa, og ég breyti þessu
í 0,0,0 vegurinn. Þá þegar maður er kvölda með fylkinu sem er þetta hérna, færslu fylkið mitt, þá fæ ég að sjálfsögðu aftur 0 vegurinn. Þannig að segja vörpunum mín, hún uppfyllir það sannarlega að hún er línuleg. Það er að segja hún uppfyllir sannarlega að 0 varpist í 0 og svo þar að ekki er hún línuleg vegna sem þetta er fylkjavörpun. En það sem við gerum er að við hugsum bara, ég ætla að horfa bara á fyrstu 2 hnitin og ég ætla að láta þau tákna punkti minn. Þannig að hér er ég með x, y og 1 og hér er ég með það sem er nýja x hniti mitt, hér er ég með það sem er nýja y hniti mitt og svo 1. Nú, all fylki sem við höfum séð hinga til, sem er einhvers konar sem er skölun og skekking og snúningur, þau getum við líka skrifað þannig að þau passi við einsleitu hnitin, þannig að við getum sett saman varpanir við færsluverpunina. Við skulum sjá hvernig við gerum þetta. Nú við getum rifjað upp að skölun var með þessu eina fylki A0 og 0b ef við erum að skæla með A á x-ásnum og b á y-ásnum. Og í einsleitum hnitum myndi þetta fylki þá verða, sem við erum með alveg eins fylki hérna efst og svo erum við með 0, 0, 1 þar fyrir utan x, y og 1 til að tákna í einsleitum hnitum, ax, b, y og 1. Og svona getum við gert með skekking og snúning líka. Sjáum hvernig það kemur út. Skekkingin, ef við vorum með skekkingu bæði x og y átt, var þá svona fylki og við getum lagað þetta til þannig að þetta sé einsleitt. Þá viljum við stækka hérna fylkið til að hafa hnitið 1 hérna neðst og þá þurfum við að laga þetta hér fylki til. Smá bras. 1 hérna, 0, 0, 1 og 0, 0. Og svo ef við margfaldum saman þessi fylki, þá fáum við akkurat þessi hérna fylkið á vegurinn, þá fáum við akkurat þennan vegur út. Og nákvæmlega eins gerum við með snúningin. Snúningsfylkið myndi þá líta svona út. Ok, við skulum þá taka dæmi. Við ætlum sem sagt að búa til eina vörpun, til að kalla hana S, sem tekur punkt í r-jaðru og snýr honum 30 gráður rangsælis og hliðrar punkturum svo 2 x-ás og -1 á y-ás. Við ætlum að gera þetta með að setja saman 2 varpanir. Við þurfum að nota einsleitt hnit út af hliðrunni og við munum að þegar við erum að búa til vörpunna, að nota einsleitt hnit hérna, þá er það sem við ætlum að gera fyrst, það er fylki sem þarf að vera næst vegurunum. Þannig að ég ætla fyrst að snúa 30 gráður rangsælis, ætla að nota hérna kosinus af π70. Og maður sér ég þarf aðeins meira pláss, minkum við aðeins. Kosinus af π70 mínus sinus af π70 og 0. Ég þarf sinus af π70 og kosinus af π70 og 0 og 0, 0 og 1. Fyrir hliðrunarfylkið það erum við 1, 0 og 2 á x-ás, 0, 1 og -1 á y-ás og næsta línu var 0, 0, 1. Nú get ég tekið þessi 2 fylki sem er með hérna aðgerðina 2 hvora fyrir sig og margfalda þau saman. Þannig að ég er með hérna aðeins skýrar hérna sem að horfa. Hver veit hvað hann kom? Ég margfalda saman þessi 2 fylki hér og fæ rótina 3 deilt með 2. Ég fæ -hálfur 2. Það er hálfur rótina 3 deilt með 2 -1. 0, 0 og 1 og x, y og 1. Þannig að það sem við höfum áhuga á það er bara, útkemur þá nýtt x-nit, x-stjarna getur við kallað, nýtt y-nit, y-stjarna og 1. Og við höfum áhuga á hvernig
XY flyst yfir í X-stjörnu, Y-stjörnu. Og þetta hérna fylki er eitt fylki sem gerir nákvæmlega þetta, snýr 30 gráður rangsælis og færir svo til á þennan hátt og akkurat í þeirri röð. Þannig gátum við skrifað fylkin okkar sem við þurfum ekki einsleit nýtt fyrir á nýjan hátt til þess að geta bætt við færslum. Segjum þetta gott.